Ræðumst hægt og hljótt á tám í hversin við rænum. Í hvern stólu nú skal ná, í nóg starfi bænum. Og hafa skjað fæðu fín og finna allt sem nú því. Já, við munum læra að meta það mannandi Kasper og Jesper og Jónatan. Og ljónið skal nú leika við, því ljónið má ei saka. Hún skal steikja kindakjöt og kökur fína baka. Og busta okkar skástu skó og skaffi eldin brenninu. Já, við munum læra að meta það mannandi Kasper og Jesper og Jónatan. Góða nótt, strákar! Góða nótt! Góða nótt! Það voru sko spennandi mjög vaknar á morgun. Ég sönd í bakgóðuna. Já, skára það nú drasli. Og hver býr svo í þessum hundakofa hér? Já, það við! Slepptu mér! Já, það við! Ungfrú Soffía! Já, einmitt, það þið. Ég hefði mátt segja mér það. Gangi inn og fram og heilsið mig kurteislega. Já. Kasper! Glastan! Heilsaðu mig kurteislega, sagði ég. Ég heilsa bara nákvæmlega eins og mér sýnist. Þú átt bara aldrei að tala svona við kvenna. Já, ég bara heilsa eins og... Næsti! Wow! Ég heiti Jesper. Já, þetta var allt annað. Ég heiti Jónatan. Já, einmitt. Er það þú sem heitir Jónatan, já? Já. Já, leið mér aðeins... Já, það sést. Kóngsvart og hafa greinilega ekki við þrifin í mörg á. Sko, Jónatan, hann þrýfur á sér yfir bara þegar honum sýnist. Það sést. Já, hvað í gangi hérna? Góð spurning. Heyrðu, akkurat núna erum við að klára æfingu fyrir generalpröfu í fyrramálið á Kardimmónubænum hjá leikfélagi Keflavíkur. Hvað Kardimmónubærinn fyrir þau sem ekki vita? Hvað Kardimmónubærinn? Ræningjar, þið eru frægustu persónunir í Kardimmónubænum, viljið þið Já, ég held að Jónatan sé maður í að segja þessu. Ég. Já, þú. Þú getur talað. Steypa, við viljum vera partur af bæjarfélaginu, sko. Sko. Við erum svolítið misskilnir. Já, þetta ekki bara... Ég veit það ekki. Nei. Þú veist á góðu brautina. Þetta bara... Já, með svipum boðskap og dýrin í halsaskói. Allir eiga að vera vinir og... Við höldum líka að hvert einasta mannsbarn nánast viti hvað Kardimmónubærinn þekkja ræningjana þrjá, jafnvel Soffíu frænku og auðvitað ljónið. Lögin eru ótrúlega grípandi og skemmtileg, það þekkja örugglega langflestir. Og við erum bara svo ótrúlega heppin að hafa fengið leyfi til að setja þessa sýningu á svið. Með frábæran leikstjóra, hann einhvers staðar í felminn út í sal, við erum að reyna á hrósunum. Já. Flottastur, elskar ykkur. Gunnar, frábær. Og þetta bara búið að vera alveg ævintýralegt ferli í Kardimmónubænum í einhverjar 6 vikur. Og nú bara alveg að koma frumsýningu. Nú bara komið að fólkina panta miða og skella sér á Kardimmónubæinn hjá leikfélaginu. Já. Stóra stundin. En boðskapurinn í sýningunni, það eiga allir annan möguleika. Á þetta alveg við í dag eins og þegar sagan var skrifuð á sínum tíma? Já, það ótrúlega hvað þetta eldist vel. Já. Ha? 100%. Alltaf, þetta var alltaf við, boðskapurinn. Líka bara þetta að þú kannski leiðist út og ranga braut eins og ræningjarnir ef það er ekki haldið vel utanum hann. Já. Og þeir rata á, maður veit ekki spoila. Það er þetta að beina öllum á réttu brautina, er það ekki svo? Ha? Ég held það. Býr gott í ykkur öllum. Já, og þessi leikhópur er líka bara ótrúlegur, hann er alveg frá því að vera bara krakkar í grunnskóla og upp í fólk sem er alveg að komast á eftirlaun. Nei. Þetta búið að vera ótrúlega skemmtilegt ferli. Þetta barnasýning.
þetta fjölskyldusýning. Þetta fjölskyldu söngleikur í raun. Það alveg, það náttúrulega þannig að börn skilji brandarann og svona, en svo eru alveg svona brandara sem svona hitta betur í mark hjá eldra fólki líka. Það verður skemmt að þeim líka. Og við erum líka aðeins að snúa upp á þessa klassísku sögu með smá svona nútímalegra ívafi og erum með brandar og annað eins. Og líka tónlistin, hún náttúrulega, það eru nýjar uppsetningar á lögunum sem svolítið skemmtilegt tvist hér í Bítlabænum, Keflavík, Reykjanesbæ. Þannig að það svona margt sem kemur á óvart í sýningunni, þessari uppfærslu, meðan það sem kannski fólk hefur séð áður. Er það ekki? Ég myndi segja það. Við erum að brjóta þessu upp á þetta. Aðeins að brjóta þetta, tvista þetta til. Ég hef þetta aldrei séð Kardinál í bæði. Ekki heldur. Þetta svo ungt fólk. Sko, ég hef séð hann tvisvar en ég eiginlega bara man ekkert eftir því, sko. Nei. Við fáskar þurfum ræningja og færa þá í kvöld. Þeir skálkar eru slæmir, þeir skal nú refsa senn. Það þeir eiga skilin sem eru brotamenn. Hvernig þetta ferli búið að vera, þetta æfingaferli? Þetta búið að vera fjör? Þetta búið að vera, já. Mikið krafa, myndi ég segja. Það búið að vera mjög gaman. Já. Þetta eins og sé, ólíkur hópur en bara ótrúlega hvað leikstjórinn hefur og aðstofaleikstjóri og við erum náttúrulega með danshöfund, þannig að Sigríði, hún líka búin að gera sitt, leggja sína hendur á þessa sýningu vegna þess að við erum með dansatriði í flestum lögum, ef ekki öllum. Og svo höfum við verið með söngþjálfara, þannig að þetta búið að vera alveg brjálæðislega töff ferli. Og við erum ekki að vona, við vitum að það skila sér til áhorfenda í sýningunum. Og svo þetta líka bara þannig í áhugaleikum sem allir eru í öllu. Þú ert ekkert bara að leika eða bara að syngja eða bara að dansa. Við erum að skaffa props og búninga og hjálpa til við sviðsmynd og annað eins. Þannig að það leggja allir sitt að mörkum hérna. Já. Hvernig verður þetta svo sýnt? Hvernig? Já, það með sýningar helgar eða hvað svona? Að þetta svona barna- og fjölskyldusýning, þá erum við að sýna aðalega á laugardögum og sunnudögum, klukkan 1 og aftur klukkan 5. Og reyndar erum við með sýningu eitthvað svona á virkundögum seinnipart ef aðsókn er brjálæðislega góð og þannig að við gerum ráð fyrir að vera hérna eitthvað fram á jólum. Fram að næsta ári. Já, nei, við flest allar, ef ekki allar sýningar leikfélagsins á svona barna- og fjölskyldu leikfélagum hafa gengið brjálæðislega vel og við höldum að þessi verði engin undantekning. Honum þykir svo góða piparkökur. Þykir góðar piparkökur. Nei, sko kökur, ekki gökur. Kökur, akkurat. Og svo eru búin að vera að flytja inn bara lifandi dýr þessi sýningu. Þeir eru með ljón og págauk og eitthvað svona sem hefur örugglega verið flókið að útvega. Já, mjög svo. En það tókst vel til. Við fluttum inn páagauk frá Vestur-Indíum. Vestur-Indíum. Já, það ekki. Langt af, karabíska. Já. Og ljónin fengum við bara í húsdýragarðinum. Það hefði einhvern veginn slæst þangað inn. Já, svo erum við asna og kameldýr af Temu. Já. Þetta er allt svona einu helstu húsdýr, sko. Þetta er 100% sýning sem enginn vill missa af.